Komið sæl og velkomin. Hvernig höfum við það í dag? Gott að heyra, gott að maður hefur það gott og yfirleitt eru nú dagarnir nokkuð góðir. Það sem svo tókast á í okkur þetta bara sjálf. Þessar svokölluðu tilfinningar, þær eru nú rótast í okkur alltaf og ég held við losnum aldrei við þær. Ég hygg að við getum huggað okkur við þá sögu að þær fylgi okkur bara eftir og þær eru áfram að tóa okkur út og söður. En þó að þær tóa okkur hingað og þangað þá hefur Guð ekkert farið neitt í sjálfu sér. Hann bara er í þér og býr í þér og hlúir að þér og vill þér vel og vill á þér vegni vel og sért bara á réttum stað með sjálfan þig. En erum við á réttum stað með sjálf okkur? Oft erum við það, já. En við erum það bara aldeilis ekkert alltaf. Og þá er líka gott að fá ábendingar að kannski megi nú skoða eitthvað hjá sér. Og það í raun og veru getum við alltaf tekið til okkar á hverjum tíma. Það er enginn svo ofurtrúaður að hann geti ekki tekið einhvað svona til sín því að hann náttúrulega þekkir sögu sína betur en nokkur annar og veit að sumt er ekki alveg eins og á að vera. Og þetta er líka eitt af því sem ég tel að fylgi okkur bara áfram. Og ekkert minna heldur en það. Þannig að þetta er svona barátta. Þetta líf og ég held að það sé nú engin ný fréttir nokkurn mann að segja að þetta sé barátta. Er þetta nýtt fyrir þér að heyra þetta? Það tel ég ekki. Aðeins að laga hérna græjuna fyrir ofan mig til að hún sé ekki að læða sér niður svona inn á milli. Þetta er svona með þessi tæki maður. Þetta er ekki alltaf alveg eins og maður vill. En þau eru hluti af þessu öllu saman og ef við höfum ekki þetta og ef við höfum ekki hitt, þá erum við í basli við að gera það sem Drottinn ætlast til af okkur. En sumir og flestir auðvitað gera þetta áður en þeir byrja og yfirleitt geri ég það líka, en stundum byrjar þetta nú eitthvað pínlítið að síga og þá þarf maður að laga þetta bara á staðnum og það er líka allt í lagi, það ekki? Þetta þarf ekkert að vera svo niður njörfuð og nellt hjá okkar að með einhver hrófla við og ef einhver er hrófla við þá sé allt ónýtt. Ég er nú ekki þar og hef aldrei verið. Og Drottinn er minn hirðir og hann segir sjálfur að mig mun ekkert bresta og einnig að ég fara græna grundir, hvað er þeim dór? Það er ekki akkurat þetta sem ég og þú erum að reyna. Við erum á þessum grænum grundum og segja árið kring og stundum sjáum við þessa grænum grundir, stundum gengur okkur treglega sjá þær en þær eru samt þarna. Þetta er svona svolítið afstaða mín til dagsins og málana hvernig þetta blasir allt við manni. Og þessu ræður í raun og veru enginn nema ég og þú ert persóna, einstaklingur og það er sama sem gildir þig. Og vegna þess að við þekkjum Jesú þá leitust við eftir ráða í honum og þannig bara er það og þau koma alltaf þessi ráð. Og að því við erum búin að vera svo lengi við þetta, það getur verið kostur að vera lengi á einhverju stað, þá líka höfum við lært ýmislegt og ef eitthvað er í gangi, þá förum við líka að spyrja okkur heilbrigðra spurninga. Til að mynda það er, hvað er Drottinn að kenna mér núna? Ég er búin að vera yfir 30 ár í þessu og kann ég þá ekki allt í þessu? Ég vildi að ég geti svarað þessari spurningu játandi, það er aldeilis ekki þannig að maður kunni bara allt í þessu.
Hann það nú bara líka að hver dagur fyrir sig, hann bara með mér sem manneskju, já, og ég með deginum og hann bara eins og hann Og ég þarf að glíma við allt sem að þessi dagur hefur upp á að bjóða, alveg eins og ég glímdi við gærdaginn. Hann farinn, hann liðinn, hann eftir, já, örugglega sem minninga ykkur leiti, þannig það nú bara að dagurinn skilur eftir þessi minningu í huga okkar. Þetta hluti að því að vera maður. En það gildir ekkit mikið hann, gærdaginn. Nú blasir við nýr dagur og hvort sem ég líkar það betur að vel, verð ég að gjöra svo vel að fást við hann. Ég hef enga aðra leið nema að fást við hann. Og það gerir maður að sjálfsögðu vegna þess að manna ekki að ræða. Og núna hef ég Drottinn með mér eins og rúmlega 30 ára undan og ég þekki hana betur og ég þakka Guði fyrir það að svo Það veri einkennilegt eftir yfir 30 ára göngu að þá þekkti maður ekki Drottinn betur en maður gerði þegar maður steig inn. Væri það ekki einkennilegt? Það væri mjög einkennilegt og það veri nú ekki mikil meðmæli fyrir þennan einstakling ef að svo væri. En svo Guði fyrir að þakka, staðan þar líka talsvert önnur en nú var þegar maður kom bláeygur og blautur á bak við eyrun til Drottins. Þá vissi maður náttúrulega ekki neitt. En svo þroskast maður í þessu og maður veit meira í dag. Og veit að hver dagur hefur sína glímu, alveg svo orðið segir. Hafið ekki áhyggjur af morgundeginu, segir Drottinn. Þegar hver dagur mun hafa sína eigin áhyggjur eða eitthvað í þeim dúr. Og þetta það sem við erum að upplifa aftur og aftur. Nákvæmlega þetta. Þannig að við sjáum að þetta ekkert búið. Við erum ekkert búin að ná þessu. Hver dagur fyrir sig, hann segir okkur bara þetta, þú ert ekkert búin að ná þessu. Og það allt í lagi að viðurkenna sannleikann, ekki? Og þetta sannleikurinn. Við þurfum að ganga með þetta sem við erum að baxast með áfram og við ætlum að auðvitað sigra það því við höfum Jesú þrátt fyrir allt til þess að sigra þetta með okkur. Hans sigurinn. Eina sem ég þarf að gera það bara að halda áfram að trúa á hann. Hann gefur sigurinn. Þannig hefur þetta alltaf verið. Og þess vegna líka erum við að tala um það sem við erum að tala um. Við erum að gera þetta til þess að uppörva mann og annan. Við erum að gera þetta til þess að hífa menn upp í Jesú nafni. Og þrátt fyrir það við sem búin að vera þetta lengi í þessu, þá sjáum við að við erum bara ekkert búin að ná þessu. Þetta áfellisdómur? Áfellisdómur fyrir einn eða annan að viðurkenna það að vera bara maður? Það held ég ekki. Því að þú ert ekkert annað en maður. Og það get ég hrest sjálfa mig við og þig líka með mér, að þetta verður bara svona áfram. Þannig þú sér það, ef þú ætlar að sleppa tökunum á Jesús, hvernig ætlar þá að fara að þessu? Þú getur það ekki. Þú verður að hafa hann með í ráðum. Og meira, og sem betra hann vill vera með þér í ráðum. Og ekkert minna heldur það. Það nú gleði fregnin í þessu öllu saman. Hann vill vera með þér, eiginlega krefst hann þess að fá að vera með þér, en hann tekur þig ekkert óviljugan. Þess að það þín ákvörðun í dag að fylgja Jesú alveg svo var í gær og ég fyrrataði hvernig sem var. Það gildir þessi ákvörðun hún gildir fyrir daginn í dag. Og þú gengur þá með Jesús, hann lætur ekkert bíða neitt eftir sér. En hann gerir þetta í algjöru frelsi mínu, það sem hann gerir. Það var ég sem sagði, jú, ég vill þetta. Það var engin annar sem tók ákvörðun fyrir mig að vilja þetta. Og þetta það sem að Drottinn vinnur með, höndlar með, eins og alltaf áður. Þannig að þessi dagur, hann ekkert í neinu öðruvísi öðrum dögum. Hann býður bara upp á þetta. Hann býður upp á það að þið starfið saman, ég og Jesús við störfum saman í dag.
og við höldum áfram að vinna þau verk sem við höfum verið að vinna. Þú sýnir trúfesti við það sem þú ætlar að gera og þú veist að þú átt að gera og Drottinn heiðrar þig fyrir þína trúfesti og þú heiðrar öndverð Krist fyrir hans trúfesti að hann bregst aldrei. Hann getur ekki brugðist fyrir utan svo það að hann vill það ekki. Við sjáum að Drottinn ekki maður. Hann þetta naglfasta á vegnum sem hefur verið þar bara, frá upphafi. En ég flöktandi eins og fiðrildi, eins og fugl, þetta í dag og annað á morgun. En trúin mín, hún beinir sjónum mínum alltaf að Jesús. Og Jesús og ég saman. Ég þarf að læra inn á hans verk. Ég get ekkert kennt honum, en ég get lært allt af honum og verkin hans í dag, sum í mína þágu og sum kannski líka í þína þágu, mína og þína þágu. Þannig að Drottinn einstaklingsbundinn Guð sem að blínir á einstaklinginn og tekur á þörfum hans og sinnir þeim, fullnægir þeim. Þú hefur þínar þarfir, kannski og líklega öðruvís heldur en mínar þarfir, en hann sinnir þeim líka við stakkurju, því hann veit jafn vel þínar þarfir eins og mínar þarfir. Hann almáttugur Guð. Þannig hann með þetta alltaf á hreinu. Eins og við vorum að tala þá þurfum við ekkert að kenna honum neitt. En það alveg ljóst, og það ekki annað en að fara smávegis yfir sína eigin sögu, að ég aftur á móti þarf þetta. Og ég viðurkenni það fyrstur mann að ég þurfi það og fátt nema þetta. Þannig að þetta engin ný sannindi neitt fyrir mig þó ég tali með þessum hætti, því að þetta bara borðleggjandi það sem Og ég skammast mín ekkert fyrir það að viðurkenna þetta. Akkur á ég eitthvað að skammast mér fyrir það að vera bara maður? Halló? Það eitthvað til að skammast sig fyrir? Og þótt ég skammaðist mín fyrir það sem ég ger ekki, að þá breytir það ekki því að ég bara bresk manneskja. Þannig að við viðurkennum bara staðréttindina. Að við fólki sem þurfum að takast á við alls konar hér og nú og við segjum, allavega við okkur sjálf, við þurfum ekki endilega að segja það við aðra, allir vita það svo sem, við erum ekki búin að ná þessu enn. Hver veit ekki þetta sem hefur gengið með Jesú? Langan lengi. Og líka þeir sem hafa alltaf verið heilir í sinni trú. Og ég þekki nú fólk sem hefur alltaf verið heilt í sinni trú og ég þar sjálfur. Ég hef alltaf verið heill í minni trú. En ég viðurkenni, ég ekkert búin að ná þessu. Ég held að sama gild þig. Ég held að sama gild okkur öll. En það breytir ekki því að þessi hugsun, hún getur verið orka margt gott fram, náð mörgu góðu fram, til að mynda því að þú sérð með þessu tali að þú segir leið að ég verða að fylgja Jesú. Ég verða að fá að halda í hönd hans. Það eina leiðin fyrir mig, ef ég ætla ekki að hrasa lappirnar sjálfum mér, þá þetta leiðin. Ég verða að halda í hönd hans. Og nú hönd hans framreidd og við höldustum í hendur eins og við gert í yfir 30 ár. Og ég segi, þetta mun fara vel. Alveg eins og þetta hefur farið vel. Þetta nú það sem að Drottinn vill tala við okkur í dag. Þannig við þurfum ekkert að vera að lemja á okkur neitt fyrir eitthvað sem að við mögulega gerðum. En ef það var rangt, þá við þetta bara yðrust við fyrir það. En að öðru leiti þá erum við ekkert að lemja neitt á sjálfum okkur. Okkur. Fyrir hvern væri það? Ekki fyrir einstaklingin allavega svo mikið vist. Þannig að við höldum bara áfram með okkar líf. Við höldum bara áfram með okkar trúalíf og sinnum því eins vel og við getum, að þegar við getum sinnt því vel. Við þurfum ekki annað að horfa
tilbaka, þá sjáum við, við höfum nú synt í býsna vel. En annað er síðan að við viljum kannski gera betur hér og þar. Og það er gott að vilja gera betur. En það líka verður þó að vera með réttum formerkjum. Við gerum betur að því við viljum að eitthvað breytist hjá okkur og við ætlum að gera það með réttum formerkjum. Við ætlum að gera það eins og Drottinn leggur til að það sé gert. Og af hverju? Að við höfum svo góða reynslu af því. Að það sem hann gerir er ekta. Ég í mínum eigin mætti ger ekki alltaf ekta. En ég gerir það alltaf í Jesú nafni í gegnum mína trú. Annað er ekki hægt. Og það er þarna sem ég vil vera. Ég vil ganga þennan veg. Og ég auðvitað hveti til þess að ganga hann með mér, en þú auðvitað ræður hvort þú gerir það. Jesús er leiðin. Hann er mín upphafning. Já, mín upphafning. Ég get bent á Jesús og hann staðfestir að þessi maður er sinn maður. Getur hann með þig? Jú, hann á það og ég bið það, já, og þú getur það, ég veit ekkert það. Vegna þess að ég er ekki þú. Frekar en þú ert ég. Ég hef augu mín til himins og ég horfist augu við Jesú. Ég veit ekki hvað þú gerir. Ég er að segja það er sannleikan að svona er þetta. Þú getur sagt, jú, ég horfist augu við Jesú, en ég veit ekkert hvort þú sért að segja sannleikan eða ekki. En ég vil að trúa þér. Og það get ég. Ef að þú ert ekki að segja rétt, þá þarft þú hvort þér að svara fyrir það frammi fyrir Jesú, ekki frammi fyrir mér. Og þetta er líka mynd af því, segjum bara sannleikan hvort við annað. Við erum ekki með einhverja hálftóganir um eitthvað sem ekki er. Akkur erum við með þær? Að við erum ekki komin á þann stað ennþá að við bara segjum umbúðalausan sannleikan okkur sjálf. Ef þú vilt segja sannleikan, segðu þú líka sannleikan þig sjálfan. Hver er hann? Hvaða meðmæli hefur frá Drottni? Hefur kannski engin meðmæli frá honum? Af hverju? Þú veist alveg af hverju, ef að það er. Þá ert þú bara væni minn ekkert að gera vilja Guðs. Þá hefur engin meðmæli frá honum, eðlilega. Við erum að gera vilja Guðs í trú til þess að fá meðmæli frá honum, og ef við gerum þetta þá eru þau vís okkur til handa. Hann er sannleikurinn. Og hann vill að sannleikurinn tali. Er sannleikurinn mikið að tala til að mynda til heimsins? Sannleikurinn er, hver er sannleikurinn, og er nú kannski gott á að byrja að spyrja? Veit það einhver? Er hann ekki bara þetta í dag og annað á morgun? Það er ekki sannleikur. Það er bara okkar sannleikur sem að breytist frá degi til dags. En sannleikur Guðs, hann er ritaður í orði Guðs, sem er að margra áliti talin bókbókana, og ég tek undir það svo er. Þar höfum við öll orð Guðs og við segjum, hér er sannleikurinn. Hér verður ekki stafkrókur hreyfður. Og það sem þarna stendur, þarf ég sem trúumanneski að tilenga mér. Er ekki þetta sem heiminum vantar? Annars þurfum við ekkert að vera neitt að pæla í heiminum. Hann er náttúrulega bara fallinn og verður ekkert að reistur við. En við viljum hins vegar að fólkið í heiminum, að það heyri þennan boðskap til að það geti söðlað Þess vegna erum við að dæla út orði Guðs. Þess vegna erum við að stunda trúboð og kristniboð. Að við erum að sækja fólk sem Drottinn hefur kallað, hefur útvalið. Og það gerist allt í gegnum menn sem að heyrðu. Þannig komst þú, þannig kom ég heyrði. Og það sem ég heyrði dró mig að lokum til Jesú.
Það er sama sem gildir með þig. Þannig þið sjáuð að trúboð getur ekkert þagnað. Það getur ekkert hætt. Það mun alltaf ganga meðfram Guðs veginum. Að breiða út hann sem er allt í öllu. Jesús. Það er ekki tækt að komast neitt á þessu. Ekki svo að skilja að ég þurfi neitt að hafa áhyggjur af þessu. Ég treysti bara Guði fyrir því sem hann hefur sagt. Og hvað segir hann? Ég mun vel fyrir sjá. Og hvað er hann að segja? Hann er að segja svo margt með því. Hann er með augastað á þínu fólki. Þú ert frelsuð manneskja. Og þú sem frelsuð manneskja vildir á öllu hjarta að þitt fólk væri Jesú megin. Það er eðlilegt. Þú veist hvað þetta snýst. Þetta snýst líf og dauða í orðana fyllstu merkingu. Hefur ekkert með líkamdauðan að gera. Við deyjum öll. Það vita allir menn. En það er meira. Og það er það sem við erum að tala að það er meira. Það er trúin á Krist sem segir það er meira en þetta. Þetta hefur vafist fyrir öllum kynslóðum og vefst jafn mikið fyrir þessar kynslóðum og öllum öðrum kynslóðum. Vegna þess að heimurinn, hann er sleginn blindu. Og heiminum í dag er bannað í raun og veru að tala eins og hér er talað. Þó að ekki séu menn ennþá á Íslandi allavega ofsótti fyrir það. En svo er ekki allstaðar. Sum staðar eru menn ofsóttir fyrir þetta. Það er svona óbeint verið að ofsækja menn fyrir þetta á Íslandi. Og það er hið rétta. Og það finnst mér afskaplega mikið miður. Hvað get ég gert í því? Þetta er það sem orð Guð segir. Hann segir, hafið þeir ofsótt mig, þá munið þeir líka ofsækja yður. Og þessu eigum við að trúa. Akkurju, þetta stendur í orði Guðs. Og akkurju stendur það þarna? Til að uppörfa mig. Segðu þetta með mér, til að uppörfa mig. Til að ég gefist ekki upp á göngunni. Það sem að Kristur reyndi, það er myndin af því sem að allir hans menn og konur munu reyna. Þannig okkur er alveg óhætt að trúa þessu. Þess vegna er hvatningin alltaf svo sama hér og annar staðar. Verum vel að okkur í orði Guðs. Og eins og oft hefur verið sagt hér, berum sjálf ábyrgð á trú okkar. Ekki færa ábyrgðina yfir á aðra manneskju. Svo fyrir utan það þá hefur hverjum nóg með sig. Og þannig að það er ekki rétta leiðin og verður aldrei rétta leiðin. Þú ferð ekki neina skemmri leið þegar Jesús er annars vegar. Þetta er bara vegurinn. Og hann er með því á sem að fylgir því að ganga þennan veg. Eins og alla aðra vegi sem þú ferð, þá mætir þú öllu sem að er á þinni leið á þessari vegferð. Hvað er það? Það er bara allt á milli himins og jarðar. Þú reknaði með beinum og sléttum vegi og allt í hennu kemur hindrun. Og hvað gerir þá? Þú hægir ferðina og þarft að sveigja fram hjá þessari hindrun. En þú áttir ekkert von á henni, en hún kom samt þarna. Og þetta er dagurinn þar sem hindranirnar mun koma. Líklega. Þá koma þær í þessum degi. Hindrunin sem fórst yfir síðast, hún er liðin. Hún var í gæri hvernig sem það var. En núna er nýr dagur og þú ert á einhverju ferð. Og þú veist ekkert hvað mæti er þar í raun og veru. En þú getur, að því að þú hefur trúa hjartað opið, þá getur þú treyst í að Drottinn muni varðveita þig á þessari ferð sem hann hefur alltaf gert. Hann varðveitir okkur í trú okkar. Og aftur sjáum við og orð Guðs staðfestir að trúin er nauðsynleg. Við þurfum að eiga trú fyrir þessu öllu saman. Er erfitt að eiga trú? Mér finnst það nú ekkert erfitt. Nei, ég get nú ekki viðurkennt að það sé neitt erfitt. Ég veit ekki með þig, það getur vel verið að það sé það erfiðast að þú nokkuð tíma verið í. Það er þessi ágætt að trú, en ég held ég getur nú ekki verið sammálaður það sé erfitt. En þetta er allavega einhvað sem að Drottinn gaf
og það heitir trú. Við vitum það. Og það verður spurningin, hvernig ætlum við að virkja trún okkar í dag? Ef þú yfirleitt svarar þessu, þá svarar þau með þeim hætti að Drottin einhvern veginn nýtur góðs að því. Þannig bara það með þessa trú að hún vill alltaf blína á Jesú. Að verkin þín með einhverjum hætti endurspegli Jesús í því sem þú átt að gera. Það einhvern veginn, þetta trúarhjarta með þeim hætti gert að það vex svo mikið þarna. Með öðrum orðum, smátt og smátt þá rjáttlast sjálfið að þér og þá stendur bara Drottinn í allir sinni dýrir eftir. Eftir því sem meira að þér rjáttlast að þér, því meira að orðið Guðs í þér. Þannig líka barátta sem við munum aldrei losna við, vegna þess að við erum áfram þetta fólk með allar okkar hugsanir, öll okkar vonbrigði og allt það. Við höldum áfram að vera þetta. Ég veit ekki hvernig þú ætlar að komast hjá því. Ég segi þá ég búin að vera lengi við þetta og ég ennþá að glíma margar sömu glímun og ég hef alltaf verið að glíma. Ég veit ekki hvernig þú tekur þessu, kannski finnst þér þetta nú ekki viskulega mælt á trúuðum manni. Ja, kannski það ekki viskulega mælt, en þetta bara staðan. Svona þetta. Kannski vildi ég þetta væri einhvern veginn allt öðruvísi. En ég geti miður ekkert stjórna því. Ég segi bara þetta svona. Og þetta svona og ég verð að takast á við það sem bara á borðinu fyrir fram að mig. Þetta á borðinu. Það glíman mín, tilfinningar mínar og ofan í henni trúin. Nær hún að sprengja sig út og þetta burt eða ekki. Hversu oft hefur ekki trúin fengið að sprengja þetta af sér? Það ekkert annað en trúin sem gerir það. Og hvað stendur eftir? Ljós Drottins sem skín á þig. Það ekki verið að segja neina nýja fréttir hér. Það vita þetta allir sem þekkja Jesú. Það vita þetta allir að stundum gengur þeim betur að ná sig fram en ekki. Þannig þú sér, þú ert ekkert búin að ná þessu. Hvar sem þú ert í trúargöngunni, þá viðurkennir það, ég ekkert búin að ná þessu ennþá. Eins og ég að segja, ég búin að vera yfir 30 ár og það langur tíma og ég hef alltaf verið heill í minni trú. Það veit ég að margir geta staðfest fyrir sjálfum sér og öðrum og út í það færi. Samt í maðurinn sem að viðurkenni það að ég bara ekkert búin að ná þessu. Hvað segir þetta mér? Svo sem góðar fréttir, það að ég neyðist bara til þess að hanga í pilsfaldi Drottins. Það nú bara þannig. Neyðist. Mér þá afskaplega ljúfturendar að fá að vera þar. En þetta það sem maður verður að viðurkenna. Þó maður vildi kannski viðurkenna einhvern aðeins meiri styrk. En styrkurinn hann liggur allir í Jesú. Og þannig með þeim mætti líka talar hann. Hann ekki bara að tala við mig. Hann ekki að tala við ákveðin hópa menn. Hann bara að tala við alla menn. Því að ef þú skoðar sjálfa þig og gerir það í sanngirni með sjálfu þig, þá sérðu þetta svona. Ég hef engan mann hitt og hef ég nú hitt marga menn sem tala með neinum öðrum hætti en þessum. Mestu trúmenn. Innan gæsalappa sem við sjáum. Vá. Þeir tala eins. Þeir tala sína eigin glímu. Þeir tala sín eigin vonbrigði. Þeir tala þetta allt sem við erum að tala hér. Þetta áfellisdómur fyrir þá? Þetta ekki áfellisdómur fyrir neitt. Það aldrei áfellisdómur að tala sannleikan út. Það getur aldrei verið áfellisdómur. Við eigum að tala sannleikan, við eigum að koma með hann fram eins og hann og svona hann. Með öðrum orðum, við þurfum jafn mikið í dag að hafa fyrir trúnni eins og við höfum alltaf þurft. Af því að dagurinn hefur sínar áhyggjur.
Sjáu ekki hvað það er mikilvægt fyrir okkur að vita þessi orð í Biblíunni. Og hvað segir þetta mér meira? Ég þarf að lesa Biblíuna. Ég þarf að leyfa orðunum að koma í gegnum augum minn og ég niður í hjartað. Það er að lesa, með þeim hætti lesum við. Með opnum bókina og augun sjá stafina og þau koma með þau niður í hjartað. Þetta er svona, held ég, svo leið sem að flest fólk fer. Þetta er svo leið sem ég hef farið og þetta er svo leið sem hefur kennt mér hvað mest veg Drottins. Með öðrum orðum, þá hefur hann nú að staðstum hluta séðum að afla mér þeirra kennslu sem ég á í dag. Já, hann heitir Jesús. Er þetta hroki að segja þetta? Er þá ekki jafn mikill hroki að segja ég trúi á Jesús, eins og þetta? Þetta er engin hroki, þetta er bara sannleikurinn sjálfur. Hann er kennarinn. Hann er jafn stór í mér eins og í þér. Hann er ekkert stærri í mesta trúboða og predikara heimsins. Jesús bara gefur sjálfan sig. Ég segi Drottinn. Með hvern og einn. Annað er síðan og algjörlega á mínu valdi hversu stóran verður í mér sem er annað mál. Trúin er svona stór. En í mér sjálfum gæti hún kannski verið pingu lítil. En hún gæti orðið svona stór. En hún verður ekki stærri en þetta, því þetta er bara það sem ég fékk. Ef hún verður svona stór í mér, þá er ég mjög stór á trú. En hvað er hún stór? Kannski bara svona. Kannski minna en þetta. Fyrir þetta er bara hvað ég er að gera. Hvort ég er að rækta hana eða ekki. Og nú er dagurinn til að rækta sína trú. Gærdagurinn er liðinn. Nú er komið nýr dagur. Kottmótið að baki. Og sumir voru þar og ég var þar á laugardaginn og mér finnst þetta bara æði. Mjög góð stund. Ég reyndar hef ekki verið á kottmóti, reyndar hef aldrei nema annars slagi verið á kottmóti. Ég hef alltaf jafn gaman að því að koma þangað, bara eins og þú og allir hinir. Þetta er frábær stund þarna upp í koti og merkilegt hvernig Drottinn hefur fengið að vinna það starf eins og hann hefur verið að gera. Hann gaf okkur mikið landsvæði og hann gaf okkur fjölda bygginga þannig að við getum verið undir þaki með allar okkar stundir sem erum þar. Og svo gaf hann okkur líka húsnæði sem fjöldi manns getur leigt á með það er þarna og svo náttúrulega stærsti hópurinn er í tjöldum eða í húsbílum eða hvað þetta er í dag. Ef þetta er svæði sem Drottinn gaf okkur, munið það. Þetta er eignað sérstaklega kirkju alltaf með það, en þetta er bara staðurinn okkar. Og hverjir erum við? Við erum þetta kristna fólk. Hvort sem við erum að erlendu bergi brotin eða Íslendingar, þá er þetta staðurinn okkar. Og Drottinn á líklega, svona staði líklega allstaðar í Evrópu og Bandaríkjunum og í Bandaríkjunum. Þó ég þekki það reyndar ekki en hann gaf okkur þennan stað og þetta er mjög merkilegur staður. Og þarna hefur farið fram gríðarlega mikil uppbygging og vinna og það er ennþá verið að byggja örkina, ekki hans Nóa, hún hafi búið að byggja hana, en þetta, ég held hún heiti örkin, það er gott nafn og svona vel við eigandi nafn því þetta er náttúrulega alveg risastórt. Þetta var tívolið í Hveragerði. Þeir fengu það fyrir held ég einhvern lítinn pening, ég heldur að nú ekki fengið það gefins eða fengu það kannski gefins en það var allavega tívolið þar var stutt og svo bara grotnaði það allt saman niður og menn fór að velta því fyrir sér hvað er þetta að gera við þessu ágætu hús og þeir hann í Fljótshlíðinni, þeir stukka á það. Akkurju. Þeir sáu að þetta var eitthvað fyrir sig
Og það er heldur betur sanna sig að vera fyrir þá. Og þannig er verið semst að búa, eins og ég ætlaði ekki, sé ekki 7 ár síðan ég var hérna síðast. En ég var hérna á laugardaginn síðasta, 5. ágúst. Og það var búið að gera mjög margt þannig, en það er svolítið eftir henn. Og ég held að þetta er alltaf, þeir hafa nú verið sniðugir þarna, þeir hafa alltaf tekið þetta bara í áfengum. Og ég held að næsti biti sé eitthvað 7 milljónir, eitthvað svoleiðis. Ég held að það verið komin í söfnunina hjá þeim á 7 milljón held ég. Kannski náðist þessi 7 milljón króna biti sem að þarf til þess að ljúka næsta áfanga. Ég veit ekki hvort þeir loki þessu verki með því sem að klárast þá. En ég held ég geti nú samt fullyrt það að eftir það þá hefur nú margt eða nánast allt verið gert sem þarf að gera þar. Þetta klárast náttúrulega aldrei því að það er alltaf hægt að vera að bæta eitthvað við. Þetta er bara Guð er góður. Þetta er bara myndir af því. Hann elskar sitt fólk og hann vill að það komi saman þó ekki sé nema Verslunarmannahelgi og já, leiki sér með sér þar. Þykki orðin hans, það fylgir nú kristnu fólki orðið hans. Dagskráin er ekki stíf og ég var nefnt að pæla í því að ég kom, þegar ég kom, eitthvað 1 leyti held ég og það var stund klukkan 5. Það var ekki mikið af fólki á ferðin á þeim tíma, en ég kunni bara ágætlega við þetta. Maður var svona bara, já, með einhverjum, það er náttúrulega alltaf einhverjir og ég get ekki séð að okkur hafi öllum bara liðið mjög vel. Akkur ekki. En með Guð í hjarta sínu og hann yfir öllu svæðinu, þá líður manni þetta vel. En þetta er eitthvað sem Guð er að gefa okkur. Erum við að þakka fyrir þetta? Margir gera það, já. Megum ekki gleyma þeim sem þakka fyrir. Kannski er ykkur slett sama. Sumum vera slett sama allt. Og það er allt í lagi ef menn nenna að vera þar, þá mega er það alveg. En ég vil bara lofa Guð. Kannski fer ég ári og kottmót og ég reyndar aldrei verið þar allan tíman og kannski læti nú bara verða að því að vera þarna allan dagana. Það verður allt í lagi, það verður gaman. Það er svona ákveðin hvíld í því að vera ef maður ætlar að vera og svo slaka maður bara á. Þetta er svona smá rót að vera að keyra þetta á milli þó þetta sé ekki langur vegur akandi, þá voru þetta nú samt á 2 klukkutíma. Aðra leiðina, svona smá span, en þetta skilar öllu sínu. Kottmótið kom ekki til þín, eða mín, ég kom til kottmótsins. Er það ekki þannig? Og kottmótið bauð þetta og ég naut þess sem að það var að bjóða, fékk það beint í á laugardeginu, að því var á staðnum. Þetta er eins og í kirkjuna. Þú kemur á stund. Þú ert á staðnum og þú nýtur áhrifana beint frá sviðinu og frá ræðupúlti, að þú ert á staðnum. Og það er alltaf alveg sérstak. Þess að kottmótið kom ekki til mín, þetta kom ég til kottmótsins. Það er alltaf að sjá þetta reyndar í beinni orði á netinu, en það er ekkert sama. En það er samt hellingsgagn af því, en það er ekkert sama. Þannig við höfum ekkert að tengja þetta beint saman. Þess vegna hlýtur maður alltaf að hvetja menn, komið. Láttu ykkur hafa það. Og þið farið sælli heim en væri fyrir framann sjónvarpið. Eða tölvuskjáin. Það er svona redding, segi ég. Það er svona reddingin. Ef þú ætlar að fara, þá verður þú bara að drífa þig af stað. Það er ekki ennast þannig. Jú, ég myndi segja að það væri þannig og þú veist það jafnvel og ég. En það er komin tíma á þetta og ég veit að þetta var góð stund og
Og ég þakka fyrir mig, Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja sérstaklega fyrir þessu. Í Jesú nafni.